Komið sæl og blessuð og velkomin í umræðu og fréttaþáttin okkar 21 á 8. janúar, eða ekki? Já, þriðjudag, já, það veit ekkert hvernig dögunum líður en þetta að koma eftir jólafríð. Og við komum víða við að þessu sinni Viðar Eggertsson hjá Gráa hernum verður hjá okkur hérna í lok þáttar. Já, Viðar Eggertsson leikstjóri, hann bjó til verkefni sem hann stýrir sjálfur og það snýst að benda okkur á hvernig fólk, jafnvel sko bara frá 50 og upp úr, því hafnað á vinnumarkaði. Jaðarsett á vinnumarkaði. Já, það bara jaðarsett á vinnumarkaði, því hafnað og... Allir þessari reynslu. Já, og hann búinn að gera þessa skemmtilegu auglýsingaherferð með mjög flottu fólki, mikið af gráhærðu fólki og það líka í tísku að vera gráhærður, unga fólki vill vera gráhærð. Þannig við ætlum að tala sko þroskadýrkun. Ekki unglingadýrkun, þroskadýrkun. Svo verða ritstjórnir þegar ætla að sittast niður hjá mér Valur Grettinsson, ritstjóri Reykjavík Greipbæinn og Kristjón Kormákur Guðjónsson, ritstjóri DFF, að ræða framhald braggamálsins en Dagur B. Eggertsson virðist vera forherðast af þeirra sögn í málinu og halda því sjálfur á lífi sem hélt nú að hann myndi ekki vilja. En við ætlum líka að ræða meinta vinstri slagsíðu á umræðan á Íslandi og af hverju hægri menn þoldu ekki skaupið. Það fór í þeirra fínustu. Akkur var svona mikið skotið upp í Garðabæ á meðan skaupið var. Það var ekki Guðmundur Steingrímsson með pistilinn þetta. Garðabæingar líka fólk. Svo ætlar forseti Alþýðusambands Íslands Drífa Snædal að setjast hjá þér í byrjun þáttar. Já, og það eru náttúrulega kjaraviðræðurnar og sko það í mörg horn að líta. Hún sest hjá mér, við förum yfir þetta. Verða verkföll strax í febrúar. Það nú ekki mjög líklegt, en þannig talað. Það segir allt loga í febrúar semjist ekki. Það eru sko 80 samningar lausir núna, 170 á næstu vikum. 150 í mars og svo 20 til viðbótar. Þá það sko í mars verða það líka þeir sem eru á opinberum vinnumarkaði og það spurning hvort það sé mjög mikilvægt að semja áður en sá hópur hefur sína samninga lausa. En áður en að Drífa sest hjá þér fyrir maður östutu við fréttir vikuna það sem við vakið athygli á okkur. Virkja borholu í Árbænum. Þetta segir svolítið það hvað lítið í fréttum. Já, við vorum að fara sem síðublöðin í dag og þá forsíðu fréttin. Já, virkja borholu í Árbænum. Með fullri virðingu fyrir þessari framkvæmd og sko veitur auka afkastagetuna vegna metnotkunar á heitu vatni. Sláandi. Já, ég rakst á athyglisverða frétt í blöðunum í morgun að sko jólakortum fækkar nálega 30 af 100. Þannig að það eru æ færri að farnir að senda þessa skemmtilegu kort sem minna á þakklæti fólks hvert í garð annars. Ég nú samt hissa á því að fækkurinn sé bara þriðjung vegna þess að sko nú berst þetta bara með rafrænum pósti. Sendir þú jólakort? Ég bara hætt því. Ég eiginlega hættur því líka. Já, margir nota náttúrulega rúfjólakveðina. Bréfum fækkaði 29% í desember. Já. En þetta svona þjóðfélagsbreyting sem eftir tekið. Já, þetta svolítið svona sorgleg breyting, en þetta bara þannig, ef maður hættir þessu sjálfur, þá á maður ekkert skilið að fá ár eftir ár. Segðu, frægasta ritvilla dagsins, Gylfi Þór og Alexandra Helga að undirbúa brauðkaup aldarinnar. Það búið að grínast með þetta í allan dag. Sko, þessi fréttamaður, þessi blaðamaður sem skamstafan BBH, þessum blaðamanni verður sko, hann verður rifinn saman í sundur og saman í háði út árið, geti ímyndað mér fyrir þessi fyrirsögn. Ég ætla að taka upp hanskan fyrir hann. Þetta svo dæmigerð villa sem maður sér ekki. Brauðkaup, brúðkaup. Þetta sama eðið. Þetta mjög eðlileg mistök. Já, ekki... En það má samt gera grína þessu. Já, það verður ábyggilega gert á þessari ritstjórn. En hvað ætluðu alltaf að kaupa mikið af brauð? Mér bara spurn. Brauðkaup aldarinnar. Gott og vel, við skulum fara að slá í klárinn. Drífa Snædal, forseti Alþýðusambands Íslands, að setjast hjá Lindu Blöndal til að fara yfir sviðið og þetta svið að því virðist magnað. Það á eftir að semja svo mikið að það verður varla annað í fréttum næstu vikur og mánuði. Já, það passar og það eru kjaraviðræður, tíminn flýgur óðfluga áfram. Kjarasamningarnir runnu út áramót þar að segja rúmlega 80 talsins og í mars bætast við 150 samningar, meðal annars hjá stórum hópum opinberra starfsmanna. Hátt í 20 kjaraviðræðufundir á dagskrá í þessari viku, mikið að gerast en það þokast hægt miðað við þær fréttir sem maður lesi í dag og þarna samflott milli 3 öflugra stéttarfélaga
sem vísuðu kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Þetta eru VR og svo Efling og Verkalýðsfélag Akraness sem tóku til baka umboð sitt frá Starfsgreinasambandinu. Þetta eru línurnar og svo það önnur félög sem að funda enn með Samtökum atvinnulífsins beint eða frá því í október og það stór hluti Starfsgreinasambandsins og iðnaðarmannahóparnir. En Drífa Snædal, forseti ASÍ, velkomin. Takk. Aðdragandi átaka gæti verið stuttur og miðað við fréttirnar sem er lesast núna, jafnvel í næsta mánuði gæti eitthvað gerst, eitthvað róttækt. Þetta má meta svona af orðum forystumanna í þremenningagrúpunni og líka hjá formanni Framsýnar í dag, Aðalsteini. Hvernig vilt þú meta stöðuna á kjaraviðræðunum núna? Akkurat í þessari viku þá náttúrulega búið, eins og sagði réttilega, mjög margir fundir í gangi. Starfsgreinasambandið ákvað að láta á það reyna þessa viku, hvort að sægi til lands eða hvort að það væri grundvöllur til þess að reyna á samningum án átaka. Aðrir eru óþolinmóðari, kröfurnar eru þær sömu. En það alveg ljóst að fólk orðið óþolinmótt. Það er búið að magnast upp hérna taktvist alveg á síðasta ári. Miklar væntingar og kröfur til þess að eitthvað róttækt breytist í samfélaginu. Þannig að það þarf á einhverju tímabúti þeirra að semja, hvort þau eru átök eða ekki. Það virðist eiginlega ekkert verið að gerast. Og af þeim fréttum sem maður lesi í dag, þá ekkert verið að komast að neinni niðurstöðu með einni neitt. Það ýmislegt að gerast og yfirleitt eru kjarasamningar þannig að það virðist ekkert verið að gerast þangað til semst. Miðað við orð samt formanna sumra félaganna. Já, og fólk misóþolinmótt, það rétt og vill pressa á mismunandi hætti og mismunandi þyngd. Það sem að gerast það eru fjölmargir fundir í undirhópum. Það eru líka stóru línurnar, fundir í þeim. Síðan það ekkert feimnismál að það hefur náttúrulega verið mjög mikla væntingar til stjórnvalda. Og það eru mikil vinna þar í gangi í húsnæðismálum. Það verið svona að upptaktur að viðræðum skattamálin, skulum við segja. Og svo að störfu líka hópur félagslega undirboð eða glæpastarfsemi á vinnumarkaði. Þannig að það mjög margt að gerast og ég hef ákveðna væntingar til þess að 20. janúar þegar húsnæðismálahópurinn á að skila af sér að þá komi eitthvað svona kjöt á beinin. Hver í þessum húsnæðismálahópi? Það eru aðilar vinnumarkaðarins, sveitarfélögin, ríkisvaldið, það atvinnurekendur, það bara svona þetta stóra samráð en svo eru fjöldi undirhópa sem hafa unnið alveg gríðarlega vinnu, þannig að það mjög mikil metnaður í þeirri vinnu. En þessar dagsetningar skipta máli vegna þess að nú segja mér þeir sem að semja við Samtök atvinnulífsins við viljum að sjá út þessa viku, eins og þú segir, undir lok vikunar og ætlum að meta hvað hvort við gerum eitthvað róttækara eða hvað. En svo kemur þetta mikilvæga innspil frá húsnæðishópnum ekki fyrir 20. janúar. Fara þessar dagsetningar ekki svolítið svona illa í þetta ferli? Jú, og það svo sem ekki launungarmál að við höfum viljað sjá húsnæðismálin koma miklu fyrr og við reyndar pressum þessa dagsetningu niður í 20. janúar. Þetta átti að vera einhvern tímann upp úr miðjum febrúar sem var algjörlega óásættanlegt fyrir okkur. Þannig að við höfum verið að þrýsta á að vinnu sé hraðað í þeim málum sem skipta máli. Þetta eitt af risastóru málunum. Algjörlega. Samningarna sem voru lausir áramót. Já, þetta náttúrulega bara það sem ræður mjög miklu afkomu fólks. Það eru húsnæðismálin. Og það sem við höfum bent á réttilega að það kjarabætur sem hafa verið samdar sérstaklega 2015 í samningunum þá, að þær húsnæðismarkaðurinn tók þær tilbaka. Þannig að auðvitað þetta eitt af stóru lífskjaramálunum. Sem getur haft áhrif á kannski launakröfunar þá? Sem getur haft áhrif á bara allt, skilur. Þetta bara púslubittar sem þurfa einhvern veginn að raðast. Og svo líka náttúrulega, risastór hluti eru skattamálin. Og við erum náttúrulega alltaf að vinna í skattanefnd ASÍ sem Sólveig Anna fer fyrir og við erum svona, við erum í takti við bara það sem að gerast allan heim varðandi kröfur í skattamálum, að fara að beita skattkerfinu sem jöfnunartæki, koma í veg fyrir það að sumir hópar
geti skotið sér undan skattgreiðslum, geti lækkað hjá sér skattgreiðslunar. En krafan heilt yfir Drífa að halda 300.000 króna mánaðarlaunum skattfrjálsum? Þetta það sem að til dæmis Flokkur fólksins hefur lagt til, eitthvað sem nefnt? Já, það einhver í verkalýðshreyfingunni, það heilt yfir krafa? Það hefur ekki verið, hún hefur ekki verið orðuð þannig, en það 425.000 króna lágmarkslaun og að laun mæti framfærslu. Það náttúrulega grunnkrafa. Nú ef fólk hlustar á kröfuna sem undirliggjandi í öllum kröfugerðum, það það að fólk hafi öruggt húsnæði og getur lifað á laununum sínum. Já. Og þá eins og við vitum í kjarasamningum að það ýmsar leiðir að því markmiði. Já. En markmiðið alveg skýrt. Mikilvægt að þessir hópar núna semji fyrir mars, þar að segja áður en samningar opinberra starfsmanna renn út? Það sjálfsög ekkert lykilatriði að semja áður en opinberir starfsmenn koma inn. Það að það settur tónninn. Já, vissulega og hvort það fleiri aðilar samningum með að færri. Það hins vegar, ég meta svo ef að samningar dragast til marsa þá verður bara þolinmæði allra á þróttinn. Þannig að það nú, ég held að það sé enginn sem ætli sig það að láta samningaviðræður dragast til mars. Talsmenn þessara verkalýðsfélaga sem eru svona kannski hvað öflugust núna, eða tala mest, getur maður kannski líka sagt, að þau tala nú í þá veru að þau eru ekkert að fara að bíða til mars með þá aðgerðir ef ekkert semst. En það tala sundurlyndi samt í verkalýðshreyfingunni. Þarna sem sagt fara Efling og verkalýðsfélag Akraness út úr starfsgreinasambandinu þar að segja að taka umbúðið sitt aftur. Fara í samflót með VR sem nú svolítið ólíkt félag, mun hærri meðallaun innan VR. En hvaða styrk hefur verkalýðshreyfingin í raun til að knýja á með verkföll? Hefur einhver að trúa því að hafi þann styrk? Já. Alveg gríðarlegan styrk. Við skulum líka athuga það að Efling og VR eru með obbann á þjónustustörfum á höfuðborgarsvæðinu og þú víða væri leitað. Og þessum grundvallarstörfum, þannig að þetta náttúrulega gríðarlega stór þrýstisamtök. En ég að meina vegna þess að innan VR, þar alltaf launahópar heldur en hjá Eflingu. Já, en VR kemst engu að síður að þeirri félagslegri niðurstöðu innan hópsins að birta þessa kröfugerð eins og hún birtist, það að segja að hækka lægstu laun. Þannig það raunhæft að félagar í VR vilji fara í verkfall? Já, við getum líka athugað það að nú veit ég svo sem ekki hvort að VR komin að einhver niðurstöðu það hvenær þau ætla að beita verkfalli með hvaða hópum, en það ekki þannig að stéttarfélög þurfi endilega að fara í heild sinni í verkfall. Hvað þurfa þau að gera? Þau geta ákveðna hópa í átök, þannig að ég reikna með því að það þá stillt af með Eflingu og verkalýðsfélag Akraness, hvaða hópar. En það þarf að vera atkvæðagreiðsla meðal félagsmanna? Það þarf að vera atkvæðagreiðsla og svo við förum að segja ferlið að því fólk áttar sig ekki alveg á því. Það sama ferli með verkföll og verkbönn í fyrsta lagi. Verkbann þegar atvinnurekendur geta stöðvað atvinnustarfsemi á sama hátt og launafólk getur stöðvað atvinnustarfsemi. Það verkbann þegar að atvinnurekendi stöðvar? Já, og það sama ferlið. Þetta eru sömu lögin og sömu leikreglurnar. Og það þannig að fyrst eru viðræður, síðan gengur það ekki nógu vel, þá þessu vísað til sáttasemjara. Það þarf að vera hluti af þessu. Síðan eru viðræður undir verkstjórn sáttasemjara. Ef að þær reynast árangurslausar, þá lýsir annað hvor aðilinn yfir árangurslausum viðræðum og hefur undirbúning aðgerða í kjölfarið og þá þarf að fara í atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna. Leynilega? Leynilega, já. Það reyndar hægt að boða til fundar og þá þarf ákveðin hlutfall að vera mætt og svo framvegis, Þannig að það sem hefur verið gert núna á seinni tímum að hafa þetta póstatkvæðagreiðslu eða rafræna atkvæðagreiðslu. Og þá þarf að fá mjög skýrt umboð hvort að fólk tilbúið að gera ekki. Getur þetta gerst mjög hratt? Já, það tekur náttúrulega tíma að undirbúa atkvæðagreiðslu. Það þarf að senda kynningarefni til fólks og það þarf að hafa smá svigrúm til þess að greiða atkvæði. Síðan þegar sú niðurstaða liggur fyrir, þá boðuð vinnustöðun og það þarf að boða það með 7 daga fyrirvara.
Þannig að þetta ferli alltaf sko 3 vikur. Getur varla verið styttra. Svona ef maður á að vera svona horfa mjög kalt á þetta. En þetta það eru bara lög stéttarfélög og vinnudeilur sem setja þessar leikreglur. Það eru mjög skýrar. En það ekki hægt að fara í verkfall út á hverju sem Það hægt að fara í verkfall, sko það ekki hægt að fara í verkfall ef það eru gildir kjarasamningar. Nei. Þannig að fyrsti möguleiki til að fara í verkfall var þarna 1. janúar þegar kjarasamningar runnu út á almennu vinnumarkaði. Meðan kjarasamningar eru í gildi svo kallið friðarskylda. Já, akkurat. Og þá bara eiga á fólk að vinna. Já, akkurat. En það er kannski þessi, sko, kannski þetta skilyrði að það sé alveg sýnt fram á að atvinnurekandinn geti í raun mætt þessum kröfum sem eru gerðar. Sko það er hægt að fara í verkföll út af þrýst á gerð kjarasamninga. Það er í raun ekki meiri skuldbindingar en svo. Sum lönd hafa þannig að það sé hægt að fara í verkföll út af kröfur gagnvart stjórnvöldum. Það er ekki inn í okkar lögum. Við hins vegar sjáum það til dæmis í Finnlandi að þau verkföll, þessi dagsverkföll sem hafa verið taktfyrst þar, það eru verkföll út af því að stjórnvöld eru eitthvað að höggva í vinnulöggjöfina. Er það einhver kerfisbreyting sem að þér myndi hugnast? Já, þú veist, við höfum ekki þrýst á það. Það var ákveðið að breyta lögum stéttarfélög og vinnudölur 96 minni mig, frekar 98. Og þá var sett inn þetta með allsherjar atkvæðagreiðslur og allt það sko og það voru náttúrulega gríðarlega átök þar. Ég sé ákveðin kost í því að þurfa að fá umboð hjá vinnandi fólki af því annars er hægt að vefengja umboð. Hægt að segja við samningaborðið við erum ekkert vissum að fólk vilji fara í verkfall. 2015 sóttu við þessa heimild og það var 80–90% þeirra sem tóku þátt sem vildu fara í verkfall. Þannig að við vorum með mjög skýrt umboð, komum þá sterkari að borðinu og líka það sem er breytt núna er að því að Starfsgreinasambandið lét sverfa til stáls 2015, fór í verkfall í 2,5 dag, að þá er líka búið að sýna fram á það að verkfallsvopnið er virt. Það er hægt að beita því, það er hægt að virkja fólk sem er náttúrulega mjög mikilvægt. Og talar inn í þessa kjarasamninga. En svo við bökkum aðeins sko, að það er ekki hægt að fara í verkfall gagnvart stjórnvöldum, heldur bara gagnvart kjarasamningum og það væri svo sem æskilegt að þegar sko við erum að semja í kjarasamningum einhverjar kjarabætur sem stjórnvöld hirða svo af fólki, að þá sko er ekkert skrítið að sé mjög mikil þrýstingur á stjórnvöld. Og auðvitað ætti í raun að vera þannig að það væri hægt að beita einhverju gagnvart stjórnvöldum. Já, fara í verkfall út af einhverju sem að stjórnvöld bera ábyrgð á beint. Já, ég myndi telja þetta búta, já. Nú, síðan er það að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins Halldór Benjamín, hann sagði á opnum fundi núna rétt fyrir síðustu helgi að efnahagsleg velferð þjóðarinnar og allra Íslendinga muni ákvarðast í útkomi þessara kjarasamninga. Tekur undir það? Og með sömu formerkjum á hann. Sko þetta er það sem við heyrum alltaf. Við heyrum alltaf að það er ekkert svigrúm. Við heyrðum það 2015, við heyrðum það 2011, við heyrðum það 2013. Það verður uppsagnir. Já, alltaf. Og það er þó að við sjáum fjöldauppsagnir núna, þá erum við ekki að sjá aukið atvinnuleysi. Þannig að þú veist, það virðist vera nóg að vinnu að hafa en þá, við erum spennt. En sem komið er. Já, en það náttúrulega að semja. En sko undirtónninn í öllum kröfum okkar er náttúrulega líka, og þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á skattkerfið og húsnæðiskerfið, það er að dreifing gæðanna sé með einhvers konar sanngjörnum hætti. Þannig að sko þetta, svigrúm til kjarahækkana núna á þessu ári, segja Samtök atvinnulífsins í 1,9%. Þannig að það er kannski ekkert stærsta atriðið að sko þessi launahækkun sem sé verði þá mikið hærri en það. Já, sko stærsta atriðið er að fólk geti framfylgt sér. Já. Hvað viljið þið mikla hækkun? Hafið þið nefnt þá tölu? ASÍ? Já, eða þar að segja bara verkalýðsforystan? Já, við bara tökum kröfugerðir félaganna okkar og tölum fyrir þeim. Já. Hvað mikil munur á þessu 1,9% og þeim kröfum? Það er talsverður munur. Það fer eftir útfærslum. Já, ég skil. Það er svo flókið mál. En hvað
En ertu bjartsýn á að það verði einhver lending í þessu? Já, ég meina samninga munu nást á einhverju tímapunkti. Já, það er bara spurningur leiðin að því. Fræðilega sé. En ég segi það enn og eftir að lykillinn liggur hjá stjórnvöldum og í gegnum skattkerfisbreytingar og húsnæðismálin og aðgerðir gegn glæpastarfsemi á vinnumarkaði. Skulum ekki gleyma því heldur. Undirbúðin, þannig að eins og ég segi, þetta bara margir púslubitar sem þurfa að raðast saman og ég bara get fullvissað fólk það að það hefur verið að hamast í öllum hópnum. Já, það hefur hamast í öllum hópnum, já. Ágætlega orða að Drífa Snædal, forseti ASÍ, takk fyrir að koma. Takk. Við ætlum að halda hér áfram til smá stund, þá koma ritstjórarnir til Sigmundar Ernis, Kristjón Kormákur Guðjónsson sem ritstjóri DVAF og Valur Grettisson, ritstjóri Reykjavík Grapevine og svo hér í lok þáttar þá verður hann Viðar Eggertsson leikstjóri hjá mér. Hann fer fyrir ansi merkilegri herferð, það grái herinn svo kallaði, ég hef kannski séð þessar auglýsingar, en það eru aldursfordómar á vinnumarkaði og hann ætlar að setjast í beiturstofuna til mín hér eftir það bil, rúman hálftíma. Þannig verið áfram með okkur. Treystir þú þessari konu til að kryfja mál til mergjar og koma á framfæri? Ég Erna Indriðadóttir og ég fjölmiðlakona. Mannauður sem samfélagið hefur ekki efni á að hunsa. Grái herinn reynslunni ríkari. Útsalan byrjuð. Ótrúleg tilboð. Rúmfattalægurinn aðeins ódýrari. Minni matarsóun og meiri sparnaður. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og elda. 12.is. Ívar Hauksson kynnir. Sérsniðnar golfferðir til Spánar allt árið á Mar Menor. Allar upplýsingar á Facebook. Komið sæl á nýja leik þá heldur þátturinn áfram og við förum yfir í ritstjórna sem rifa nú munnin og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar og vel að merkja, aldrei eins og vant, þá lítið í fréttum og þó Dagur ætlar að halda áfram með braggamálið, hann heldur því á lífi og svo ætlum við að fjalla meinta vinstri slagsíðu í umræðinu á Íslandi. Skaupið fór í taugarnar á hægrimönnum, hafa ekki húmor, jú, eflaust, en að sögn þá var skotið óvenju mikið af flugeldum upp í Garðabæ á meðan skaupið fór fram á sínum tíma að sögn. En við ætlum líka að fjalla kannski aðeins upplifun útlendinga af Íslandi því Valur Grettisson, ritstjóri Reykjavík Grapevine hérna hjá mér, blað sem mikið notað af útlendingum hér á landi og Kristjón Kormákur Guðjónsson, ritstjóri DVAF hérna sömuleiðis með mér. Byrjum á braggamálinu sem maður hélt að væri svona deyja út en þá tryggir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri að líða þess heldur áfram. Já, ég samanlega, janúar náttúrulega alltaf lélegur mánuður að kemur á fréttum. Miðsmetrar gúrka. Já, við þekkjum þetta einmitt sem blaðamenn, En það áhugaverða einmitt að eins og innri endurskoðun, það var alltaf að tala það áður en einmitt braggamálið var tekið fyrir að fara með innri endurskoðun, að þeir hefðu engan tíma, svo fámennt í nefndinni og það vekur athygli að einmitt málið hefði auðveldlega getað komið í janúar og þá hefðu við getað tekið almennilega á þessu máli. En það kom rétt fyrir jólin, sem var mjög hentugt tímasetning fyrir þá sem fóru verst út úr skýrslunni. En ég meina, Dagur náttúrulega tekur þá að mínu mati fyrir einhverjulega ákvörðun að vilja sitja í þessari nefnd sem á að taka fyrir endurskoðun eða á þessu máli eða hvað með endurskoðun á endurskoðun ytri endurskoðunar og þeir þriggja manna nefnd og það hann, Þórdís Lóa í Viðreisn og svo Hildur Björnsdóttir sem sagðist ekki að sitja þarna ef hann ætlaði að sitja þarna. Og hann svarar að þeim finnst af kvenfyrirlitningu sem svona hann segir að hún sé svona hugsanlega kannski strengjabrúða Valhallar. Sem var algjör óþarfi hjá honum? Hann segir náttúrulega ekki berum orðum. Hann segir náttúrulega að hún sé hugsanlega að þessi stjórna svolítið af svona harlínuöflum sem vilja ekki samstarfa milli flokka og svo framvegis. En ég meina, hvað þessi nefnd annað en í raun og veru 2 úr meirihlutanum, 1 úr minnihlutanum og ég meina, Hildur getur ekki neitt annað en gert en að í raun og veru bara... Gert pólitíkur? Já, einmitt. Hún getur ekkert verið þarna nema hún ætli í raun og veru að
að vera svona hvítþvottunarstimpillinn fyrir meirihlutann, skilur. Þannig að ég held að hún sé að taka hárrétta ákvörðun og eins og þú segir, auðvitað lengir þetta málið, átökin í málinu þegar þetta svona. Dagur, Kristján, að gera mistök með því að svona viðhalda málinu með því að standa svona keikur í hælana og heimta það að fá að vera í þessa nefnd? Var þetta ekki algjör óþarfi fyrir hann að vera í þessa nefnd? Ég alveg sammála því að auðmýkt virkar yfirleitt best í pólitík og við sjáum það endurtekið þegar og við erum alltaf til í að fyrirgefa og þess vegna eins og Valur var að tala áðan og þeir koma með þessa skýrslu jólin og það bara svona þekkt í pólitík þegar það er óþægileg mál og þá páskar og jól og svona það bara besti tíminn allir í kringlunni og þá hefði Dagur líka átt bara að stíga út úr þessari, hann hefði getað gert það á þessu sama tíma og með því að þá var hann búinn að slá vopnin úr höndunum í staðinn málið aftur komið á dagskrá. Og það virðist eins og hann sé að forherðast í málinu. Já, og það bara gera það verkum að fólk skynjar það alveg. Fólk náttúrulega bara mjög reitt yfir þessu máli. Það eru óteljandi mistök sem hefur verið gerð. Við erum náttúrulega búin að fjalla þetta núna í nokkra mánuði og þetta verður alltaf bara verra og verra. Og þú veist, það eru fleiri og svo eru bara svona endalaus önnur verkefni sem að koma upp í kjölfarið. Þannig að hann að bara gera stór pólitísk mistök með þessu, setja sjálfan sig í voða. Þú veist, hann enginn við verðum, held ég, við höfum aldrei fundið fyrir jafn miklum hita með einhver mál sem við fjallaðum. Það eru við að reyna að fá Dag til að segja af sér. Þú veist, kemur okkur ekkert við. Við erum bara að fjalla máli sjálft, mistöki sem eru gerð, benda á mistöki í stjórnsýslunni og vonandi læra menn síðan að því, en síðan bara hvað hann gerir seinna. En Valur, mér finnst þetta svolítið ólíkt Degi, hann að mörgu leyti mjög flinkur stjórnmálamaður sem áttar sig á umræðunni, kann að taka slaginn á sínu forsendum en ekki annarra og í þessu tilviki hins vegar svona býður hann upp í hrunadansinn. Ég meina, ef þú veldir í fyrir þér, ég meina, í skýrslunni þá er hann gefað sök að hafa í raun og veru, hann í raun og veru sleppur furðu vel í þessu skýrslu, svo það sé alveg að hreinu. Þetta eru aðalega embættismenn og svið sem bregðast og það er meðal annars vilt fyrir borgarráði með villandi upplýsingum, jafnvel fölskum. Og þess þá heldur að skapa sér fjarlægð frá málinu? Já, og þá það sem hann gerir það eina sem hún með gefaði sök í skýrslunni er að hafa ekki verið með nógu mikið eftirlit, ekki hafa sóst eftir upplýsingum og spurst það út í það. Af hverju ætti hann þá að gera það núna í þessari nefnd, skilurðu? Þannig þetta er svo ósamfærandi að hann sé annars vegar, hún hefur mistekist að vera með eftirlit og nú ætlar hann að vera með eftirlit. Þannig að það er ekki bara, þetta er bara mjög skrítin ákvörðun. Og líka, ég held að það skilji það allir að einhverju þinnu til að hann er svona að vera með undirmenn sem kannski ganga fram eins og þau gera í svona stóra apparati að sökir sig augljóslega ekki alfarið Dags. En hann tekur það svolítið til sín núna. Hversu laskaður Dagur, Kristján, vegna þessa máls? Það heldur áfram og áfram og áfram á Vigdís Hauks sem stalur reyndar þessu máli frá Sjálfstæðisflokknum í heild sinni og eignaði sér það ein og sér og það virkaði eins og hún væri svona sólóðist í stjórnarandstöðunni á tímabili með þetta mál allt í fanginu og svona vakti mikla athygli á því og vann að mínu viti pólitíska sigur á þessu máli fyrir áramót. En Dagur laskaður eða er hann heill? Þetta er náttúrulega búin að hafa mikil áhrif á hann og það er náttúrulega, hann er kannski bara fyrst núna að verða áhrifin að koma fram og það er þessi ákvörðun sem við erum að tala um. Við vorum að tala núna áðan, en mér langar kannski að koma inn á að þú veist að tala við vorum að tala eins og með Dag að hann hafi ekki verið vitað af þessu og annað slíkt. Og þetta er svo mikið, maður þarf að punta aðeins hjá sér. Þú ert eins og góða blaðamaður með glósur? Já, maður er að vera með svona munið allt saman. En það eins og kemur það Segagir úttekt á þessu 2015. Og það er bent á ótala atriði sem betur með að fara. Og það er allt saman hunsað. Það er ekkert, það er ekki brugðist við neinu þar, þú veist að ráði. Þannig að þetta hefði aldrei, ef það hefði verið farið eftir því sem þar var bent á, þá væri þessi stað ekki í dag. Og þannig hefur þetta alltaf verið og svo vill enginn, þú veist, taka ábyrgð á þessu. Og
eins og þú ert að tala porherðast í þessu og endanum fær fólki nóg og það enda með því að það ekki bara Vigdís og Eyþór sem að skrifa Facebook-status, það heldur bara að þjóðin komin leið á þessu. Já, sko máli er Dagur samt raunverulega það laskaður eftir þetta allt saman. Af því að í fyrsta lagi náttúrulega bara ansi langt í næstu sveitarstjórnarkosningar. Við erum nýbúin að halda kosningar, þeim tókst að halda málinu niðri eða og glæpurinn ekki alveg hans, grafískt séð, en hann er samt að sko nánast að eigna sér glæpinn með því að forherðast í málinu á síðustu stigum. Svo hefur eins og minnist á Vigdísi Hauks einmitt og með Miðflokkinn, svo við sjálfur gengið í gegnum frekar erfiðan desembermánuð og hún að saka hann einhvern veginn kvenfyrirlitningu núna. Það ekki fyrst að skipta þau ekki mjög samfærandi hjá einstaklingir sem ekki gagnrýnt sína eigin flokksmenn fyrir slíkt hið sama sko. Þannig að sko Dagur hann mun ekki segja af sér út af þessu, hann ekkert eitthvað vængbróti, hann bara ennþá bara með hann staf sinn og verður þannig bara aðeins áfram bara út af náttúrulegum veikindum, en hann ekkert eitthvað, ég held að hann lifi þetta augljóslega af, þetta bara spurningu hvernig þið klára þessa nefnd. Og nýtur virðingar og vinsælda í sínu baklandi og samflokksmennirnir standa heilhugar á bakveðan og meðflokkarnir í borgarstjórn eru ekkert að rugga bátnum. Við ertu alltaf jákvæðir sko. Við ertu alltaf jákvæðir. Þeir eru mjög jákvæðir. Nei, og þið jákvæðir með því að ég held að ég meira eftir að koma fram og ég... Það svo? Skýrslan var meira að minna bara við erum með ágætisblaðamenn að grafa í þessu og ég held að segja að lögreglumál? Ég held að það bara margt eftir að koma fram og ef að Dagur ætlar að halda þessu áfram að leika manni sem vissi ekki neitt af því hann var hólfur að vinna í sama skrifstofurinn og þegar hann segist ekki vita af framúrkeyrslunni, það bara finnst mér ótrúverðugt. Það komið líka ákveðið... Er hann að skrökva? Og svo eru tölvupóstarnir. Er hann að skrökva, segir þú? Nei, mér finnst það ótrúverðugt að menn sem vinna svona náið saman í fullt af verkefnum og öll þessi framúrkeyrslur í gangi og að Dagur hafi ekki vitað neitt og svo komið á tölvupóstunum. Þeir voru allt í einu ekki til og svo eru þeir til og svo er þetta orðið þannig að yfirleitt hefur nú Bjarni og fólki í borginni verið duglegir að svara okkur. Þeir eru ekkert í miklu stuði í því núna þessa dagana. Ykkur hluta vegna? Já, þetta er bara mjög óþægilegt mál fyrir þá og þeir eru að bregðast algjörlega rangt, þeir eru að tækla þetta á svo kolrangan hátt. Gott og vel, við skulum fara yfir í aðra sálma og fjalla eftirmál Skaupsins hroðalega sem sumir nefna svo og hafðu engan húmor fyrir og það virðist að mestu leyti vera hægri menn. Auðvitað á maður ekkert að vera alhæfi í þessu en ég ætla nú að leiða mér það samt sem áður að Skaupsins vegna að alhæfa svolítið í þá veru að hægri menn sko þoldi ekki Skaupið meðan að vinstri menn hlógu sem máttlausa. Þá langar mig að taka umræðinni í framhaldi því. Er vinstri slagsíða á umræðinni á Íslandi hvað menningu, frétta og þjóðmál snertir, Valur? Já, það oft þannig og í þessu Skaupi, mér finnst reyndar frekar athyglisvert að fólk sem bara taka Skaupið svona alvarlega. Ég sá einhver fréttaflutning sem þetta var upp úr frjálshyggjufélaginu á Facebook eða ekki, var þetta DVF einmitt og sem nú kannski ekkert sérstaklega svona málumlegur hópur, finnst mér svona öllu í öfnu, en sá hópur var eitthvað beinlínis að grenja undan þessari tvíræðinni sem var eiga sér stað þarna. Og sko, þegar kemur að pólitíkinni, þá náttúrulega, mér fannst eiginlega ekkert fjalla neitt sérstaklega mikið pólitík, ólíkt Guðmundi Steingríms sem einhvern veginn var að kvarta sérstaklega yfir þessu í einhverjum greinaskrifum. Til að mynda var ekkert minnst á Bjarna Benana. Sem ákveðið áfall fyrir hann örugglega. Já, sko ákveðið áfall var til að fyrir vinstrimennu það ekki. Ég meina þeir ættu að vera allir reiðir yfir því. Það var ekkert, hversu áhugaverður var hann yfir ári kallinn. Svo er ekkert minnst á Framsóknarflokkinn, eða lítið sem ekkert, nema þá fyrrverandi Framsóknarmenn. Klaustursmáli var náttúrulega svona átakilega ófrumlegt, það var bara kannski þeirra helsti glæpur sko. Og það var oftar en ekki bara svona glæpurinn í Skaupinu, það stundur svolítið svona banalt og svolítið svona einfalt. En skilurðu reiði hægrimanna, var þetta eitthvað vinstri sinna Skaup? Ég gat ekki séð það ekki frekar en annað. Það var auðvitað mikið gert úr perrónum. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað hægra málefni. Ég vona ekki. Kristján, hvað sýnist þér? Þessi reiði hægramanna hefur gengið sko
á völdum ljósvakans í röska viku, ef svo má segja. Mér finnst eiginlega bara að finna vera reiður yfir skaupinu. Það ekki góð byrjun á ári. Já, og svo sko, við getum fengið, hvað við fá Andrés Magnússon og Hannes Hólmsteinn til að semja það næst. Og þeim frjálst að gera það, ekki? Já, og nei, mér finnst þetta bara fínt skaup. Þetta bara svona, Hannes Hólmsteinn, hann var náttúrulega því hann þolir ekki Jón Gnarr og og mér hætti ekki verða var við einhverja svakalega reiði nema einhverjum svona kreðsum og í svona skrýtnum Facebook-hópum eins og þessi frjálshyggjufélagi sem þeir voru að velta fyrir sig hvort þeir ættu að gera sitt eigið skaup. En gott og vel, ef maður les dagsteina á 10 mínútna fresti yfir heilan dag í 30 daga í röð, þá fær maður á tilfinningunni að sko vinstrimenn ráði allir í þjóðmála umræðin í landinu. Valur? Já, það er náttúrulega ekki bara að gerast hér. Það er náttúrulega alþjóðlegt vandamál, sko. Þessir menn eru að kvenka sér undan svona identity-pólitík og svona, dilka pólitík eins og Einar Steingrímsson orðaði það, þetta við fyndið. En það er svona, þegar menn eru svona, þeim finnst sko umræðan orðið það óvægin, það er svona miskunnulaus og þeir einhvern veginn, og þetta er iðulega sko, þetta menn sem eru svona svolítið ósáttir við að hafa kannski minnst á bara, kannski ekki að lægi bara að, vera rasisti eða eitthvað líka. Ég segi ekki rasisti, en þeir eru svona að vilja taka umræðina, hvernig það er, í hvaða forsendur sem það er sett. Og þeir fá oftar en ekki mjög harkalega viðbrögð, sérstaklega með kvenfyrirlitningu og annað. Þetta er eiginlega í 3 málflokkum, þetta er sko kvenfélagsmálum, innflytjendamálum og svo þeim málum sem þú nefnir. Já, einmitt. Og sko ef menn svona fara aðeins út fyrir línuna, þá eru þeir hakkaði niður á staðnum. Já, finnst þeim, já. Já, finnst þeim. En það er náttúrulega, fólk verður bara svolítið sætt þessi við þann veruleika. Að gagnrýni er honum mun beinskeyttari, mun nær okkur, þingmenn finna kannski best fyrir þessu auðvitað. Það er ekki lengur þannig að þú getur skrifað eina aðeinsenda grein í Morgunblaðið og nú skrifa bara Hallur Hallsson einhverja vitleysu í Morgunblaðið, skilurðu. Og nú eru bara, þegar sko allir á Twitter og reiður úti, finnur bara fyrir því. Það er bara óþægilegt. Og það er auðvitað oft svona stutt í þessu smánun, hún hefur margsinnis á sér stað. Og ég held að þegar menn er að kvenka sér undan þessari umræðu, þá eru þeir raun og veru bara að kvenka sér undan einhverju vaxtarverkjum, samskiptamiðla og þessari persónupólitíkur. Sérstaklega eins og með hommana, með hommar gefa blóð. Ég sá að menn voru svolítið að röfla yfir því einhvern veginn. Já, það var svona áróður, hallaríslegt pésið-rung og eitthvað. Akkurát, einmitt. Og það var svona eitthvað sem menn svona kvenku sér við. Það var bara svona, ég alveg sammála landlækni bara, þetta er ekkert eitthvað mannréttindi að gefa blóð, en það er heldur ekkert eitthvað hrikalegt að minnast á það, það sé kannski skrítið við að mig ekki. Og við erum við ströngustu lög bara norðan Alpafjallar, sko. Þetta var eitt besta atriði í skaupinu. Og svo í skaupinu sjálfu var gert grín að Kötu Jak, var gert grín að Degi, var gert grín að Braggamálinu. En eru sko hægri menn hörundsárari heldur en vinstri menn þessi umræða kemur aftur og aftur og hún Ég held bara að umræða bara þetta ár hafi verið bara svolítið erfitt fyrir hægri menn sko. Frekar og síðan er eins og Valur kom inn á hann að menn komast ekkert lengur upp með að vera með eitthvað rugl. Ef þú birtir í staksteinum einhverja þessa bloggara sem þeir eru með þetta, sem að bloggararnir þeirra sjá þetta stundum og svo koma ég mitt svona greina sem var umdeildar eins og þetta Hall og svona og svo sem var nú eitt besta atriði í skaupinu líka, það var þessi skopmyndateiknari þeirra. Jú. Einn umdeildasti skopmyndateiknari í Íslandssögunni. Þeir voru þarna samband ungra sjálfstæðismanna, mér var þetta algjörlega brilljant atriði. En þegar að menn birta efni núna í blöðum, þetta var náttúrulega ekki áður, voru komið Twitter og Facebook, og þá fer þetta bara þangað og fólk gagnrýnir þetta. Þarna er fólki komið rödd. Óvægnar áður var þetta bara þannig að þú bara sendir einmitt aðsenda grein og þannig komst þið bara að það hringdir í þjóðarsálina. Gott og vel, í lokin ætlum við aðeins að fjalla upplifun útlendinga af Íslandi. Valur, þú stýrir Reykjavík Greipvæn sem er einhverjum sérlega ætlað útlendingum og þeim fer ennþá fjölgandi. En það eru blikur á lofti. Við sjáum að þessum hefðbundnu ferðamannaþjóðum, Þjóðverjum, Ítölum, Frökkum er ekki að fjölga jafn mikið áður jafnvel að fækka. Bandaríkjamenn er að koma hérna í stríðari straumi heldur en áður. Kanadamenn sömuleiðis, Asíumenn er að bæta við sig þotum til að komast til Íslands. En sko, erum við komin að einhverjum mörkum? Greinur það vegna þess að þetta er óheimið dýrt land og ég hef alltaf efni á það að bjóða konum minn út að borða bara sem venjulegu maður. Sko, þetta er það sem þeir nefna oftast, það er einmitt að þeir sem eru að selja ferðir til landsins að flestir eru ósáttir við verðlagið, það er alveg á hreinu. Hversu ósáttir? Það eru 30% nefna það, af þeim sem eru að selja ferðir hingað, að verðlagið hafi verulega áhrif þegar fólk tekur það ákvörðun á kominga.
Og það náttúrulega bara gjaldmiðlamál Íslendinga, við þekkjum það alveg, það bara ESB umræðum allt það sko. Og næst nefna bara þjónustu á Íslandi og annað eins, bara eitthvað sem alltaf nefnt í öllu löndum sko. En þetta gerir það verkum að Bretar til að mynda eru það koma færri Bretar en hafa gert hingað til. Bandaríkjamenn halda upp í umferðinni að einhver leitinu til og Asíubúar vonandi framtíðin. En það eru samt 2,3 milljónir komið til landsins sem eru 120.000 meira en á síðasta ári. Þetta ég veit ekki hvað, 5–6% fjölgun þráttur allt. Við erum búin að vera með frá 2013 40–60% fjölgun eitthvað álíka ár. Og meðal fjölgun ferðamanna í heiminum í kringum 4%, þannig að við eigum vel við unna. Við eigum vel við unna einmitt. Þannig að ég myndi segja sko það frá að hægjast á öllu vissulega. Menn hafa getið spennt bogann til haustlega. Þeir fara að hafa áhrif WOW og annað eins. Og það alltaf líka bara út af heims stjórnmálum. Bara hvernig Donald Trump að höndla Íran og svo framvegis. Bara olíuverðið hækkaði og það bara gerði næstu út af við WOW. Og þetta eru svona bara margbreytilegar pælingar með eiga sér stað. Túrisminn almennt frekar sáttur í Íslandi. Þeir upplifa Ísland mjög svona jákvætt og krúttland og þetta náttúrulega bara eins og að koma til tunglsins eða eitthvað fyrir þau sko. Og við stundum gleymum því. En þeim finnst þetta frekar magnað og þau eru mjög hrifin og bæða menningu og maður finnur líka menningunni. Við erum að eiga ótrúlega augnablik út allan heim. Bara út af nafninu og smæðinni og öllu sko. Má ferðafólki fara að fækka? Einhver hætta samfara því? Náum ekki bara að byggja upp innvið á meðan? Þarf þessi 20–30% fjölgun að vera hverju ári? Nei, við finnum þá líka að geta þjónusta þetta fólk. Og ég veit ekki hversu mikið við erum að fækka fólki og vera að taka á móti rúmum 2 milljónum. Og eins og Valur segir sjálfur, alltaf bara sem verðlagið. Að það kannski, ég held að kannski lykilatriði sé bara að taka burt allar þessar 10–11 búðir. Það alltaf mikið að, maður sé að ef maður fer þangað sjálfur inn þá er maður einn með bara útlendingum. Það sem verður að stilla sko lagarbjörnum fram í gættinni og vatninu. En svo sko Reykjavík ekkert uppfært til New York eða London eða annara, Oslo og annara svona borga, þá Reykjavík ekkert þannig sé dýr. Nema að fara út að borða, það dýrt. Það er ódýrara, erlendis, en bjórinn nánast jafn dýr eins og í... San Francisco dýrari jafn dýr og við París, Manhattan mynd. Þannig að við erum svolítið upptekinn að þessu, en svo bara þeir sem hafa ekki efni á þetta, við erum með nokkra tegundir af túristum, við erum með þá sem koma hérna til þess að fara og svona bakbókaferðalanga og þeim fækkar, en ég held að hinum fækki ekkert, þeir sem eiga pening. Gott og vel. Kristján Kormákur, ritstjóri DFF og Valur Grettisson, ritstjóri Reykjavík Greipæn, bestu þakki fyrir komuna og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar. Fréttum á eftir að fjölga á næstu dögum ef miðsvetrargúrkan fer að segja þetta gott, en við skulum fara hérna í nokkra auglýsingar, en að þeim loknum ætlum við að fá gráa herinn í formi Viðars Eggertssonar í stólinn til hennar Lindu eftir andartak. Öll þurfum við stundum á aðstoð að halda. Einhvern sem leiðir okkur áfram. Dýrmætasta hjálpin samt alltaf sú sem styður okkur til sjálfshjálpar. Færir okkur skarpari sýn. Og með nýrri sýn Finnst þér þetta í lagi? En að keyra eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi? Eignir til sölu og leigu, nýbyggingar, íbúðir og atvinnuhúsnæði, eignasala.is, Reykjanesbæ. Já, komið sæl og hjá mér sestur góður gestur Viðar Eggertsson, leikstjóri sem hefur tekið að sér ansi athyglisvert verkefni sem byggir á hans hugmynd og út frá þeim veruleika sem við búum við í dag, og hann sá að stórum hluta af
mannauð þjóðarinnar hafnað á vinnumarkaði og það kannski, má segja, alveg strax upp úr 50 sem að fólk á hreinlega erfitt með að fá starf og hafnað. En þessi herferð inniheldur skemmtileg myndbönd, við skulum sjá brot af því sem að í gangi, byrja á þessu. Treystir þú þessari konu til að leika aðalhlutverk á stóra sviði Þjóðleikhússins? Ég Kristbjörg Keld og ég leikkona. Mannauður sem samfélagið hefur ekki efni á að hunsa. Grái herinn reynslunni ríkari. Já, þarna sáum við það Viðar, þessi herferð sem að þið eru komin með í gang, sem þitt hugarfóstur og þú leikstýrir, svo má segja, gengur út á það að, hvað maður að segja, svona, vekja athygli á og koma okkur í skilningum hvað að gerast varðandi aldurs, að ég segja, fordóma. Já, við skulum tala bara aldursfordóma. Já. Við köllum þessa herferð meira en 50.000 litbrigði af gráu. Þetta svolítið sexy af því að þetta svona verið að leika sér með titilinn More than 50 Shades of Grey. Og þarna vísum við í það að fólk sem orðið 60 á Íslandi yfir 50.000. 50.000 talsins? Já. Og þetta fólk, sérstaklega yngra fólkið, sem 60 og 70 og jafnvel eldra, fólk sem enn á fullu á vinnumarkaði. Margir hættu upp úr 70 í dag. Já, margir hættu 70, það svona hinn opinberi eftirlauna aldur, en margir halda auðvitað áfram einhverjum störfum og sumir auðvitað sem einyrkjar halda áfram að vinna eða listamenn eða eitthvað slíkt. En svona gegnumgangandi þá þessi hópur 60 ára og akkur við talum 60 ára, það raunveru hópurinn sem getur gengið inn í félög eldri borgara, sem hrolla því að það má ekki tala aldur, má ekki tala öldrun eða eldast eða jafnvel ekki þroskast. Jú, það svona aðeins skára. En þetta hópurinn sem getur gengið inn í félög eldri borgara sem samanstanda síðan af landssambandi eldri borgara sem stendur á bakvið þessa herferð og studd af velferðarráðuneytinu. En þarna erum við að tala aldurshóp, svona yngri í þessum hópi sem kannski yngsta af 3 kynslóðum sem getur verið á þessu aldursbili. Það raunveru spannar yfir 3 kynslóðir. Sá sem 60 getur átt foreldrar sem áttræður og síðan af og ömmur sem 100 ára. Og það dæmi það. Ég veit að elsti maður Íslands verður núna 5. febrúar, 104 ára og elsta barnabarnið hans verður daginn eftir 60. Þannig að þetta ekki... Þannig að þetta mengi eldri borgara. Þetta óbóðslega stórt og mikið. Þannig að við ákváðum núna bara að einbeita okkur að þessari stöðu fólks sem komið yfir miðjan aldur og af einhverjum ástæðum þarf eða vill leita sér að vinnu raunveru bara gjörsamlega með ónýta kennitölu. Á vinnumarkaði. Þetta fólk sem þetta bara jaðarsett á vinnumarkaði. Maður að heyra fleiri og fleiri dæmi þess fólk sem komið 50, strax 50. Þá það farið að finna fyrir því að skráir sig kannski ráðningarstofur, bæði karlar og konur. Og það ekki hringt einu sinni. Nei, það eins og margar það farið í 50 viðtöl kannski reynt, Já, margar ráðningarskrifstofur beinlínis leggja slíkar umsagnir til hliðar bara út af kennitölunni og horfa ekki einu sinni á starfsaldur eða reynslu eða menntun eða neitt slíkt. Og ég veit dæmi mann sem fór í lögfræðinám komin yfir fertugt þegar hann lauk þessu lögfræðinámi og fór að vinna á lögfræðistofu, síðan var auglýst eftir lögfræðingi hjá ráðuneyti og þetta hann átti þann bakgrunn þessi maður að þetta starf hann tikkaði öll box sem starfi krafðist. Ráðningarstofan sem sá ráðningarferli fyrir ráðuneytið las ekki umsóknina, hann sá bara kennitöluna og uppruna var erlendum uppruna, búin að búa lengi á Íslandi. Umsóknin var lögð til hliðar. Af einhverjum ástæðum þá, kannski bara þannig að hann hafði svo mikið áhuga á starfinu, þá hafði hann samband við ráðuneyti beint. Og þau komu að fjöllum sem sáu ráðningu í þetta starf.
Og sáu þarna hæfum sem já, og hafði aldrei fengið á borðið til sín, hans umsókn, sem hún hafði verið lögð til hliðar. Og svo til að gera langa sögu stutta, þá endaði hann var ráðinn í starfið. Já. Það var ekki að því að ráðningarþjónustan hafði mælt með því. Nei. En þetta sko það sem er að gerast og við erum að verða af mikil reynslu og það virðist vera sem svo að þá sko reynslu mikla fólkið ekki nýtt kannski sem mentorar innan fyrirtækjana, ef við fyrir út í það. Já, sko ef við tölum sko fyrirtækja menningu, þá þykir það góð menning innan fyrirtækja að hafa fjölbreytt fólk að störfum. Fólk með ólíkan bakgrunn, ólíka menntun og ólíka reynslu og ólíkum aldri. Það er ofslega langt síðan stjórnunarfræðin uppgötaði. Já, uppgötaði þetta, en þau hafa ekki náð mjög vel inn hér til Íslands. Það eru mikið af vinnustöðum sem að gjörsamlega hafa aldrei heyrt þessa hugmyndafræði og ég veit til þess að fyrirtæki sem var ráð til sín fólk á dögunum, nýtt fyrirtæki í svona keðju, að það valdi eingöngu ungar stúlkur á milli 20 og 25 ára og ágætt kona sem ég þekki sem var með reynslu af þessum störfum og var ekki orðin fertug en að nálgast fertugt. Henni var hafnað, hún var líklega reynslu mesti umsækjandi starfar. Í hverju liggur þessi vandi? Er það einhvers konar æskudýrkun vegna þess að sá sem komin á miðjan aldur, ég meina hann ekki að fara í fæðingarorlof til dæmis eða fara að vera heima með veik börn og kannski bara traustast í starfskrafturinn, kannski geta að fara að vinna sér mikið meira upp eða eitthvað þannig? Nei, hann ekki endilega að fara að skipta vinnu heldur. Hann ætlar sér að vera á þessum stað, hann ætlar að vera trúr og traust fyrir þessu vinnustað og ljúka þar kannski sínu starfsferli ef hann að fara að koma inn á vinnustæðinum 50 eða eftir 50. Og þetta fólk líka sem sjaldnast veikt. Það mætir alltaf á réttum tíma og þetta kannski besti starfskraftur en maður hefur orðið líka, ég hef séð það innan fyrirtækja þar sem að fólk komið við 50 og það svona svolítið æskudýrkun innan fyrirtækisins að fólk fer að reyna að láta sig hverfa, að verða ekki sýnilegt á vinnustofunum, reynir að hverfa inn í veggfóður eða innréttinguna af ótta við það að því verði sagt upp eða uppkvöldast. Það eitt þarna komið bara með þroska, sem hefur reynslu. Þetta passar ekki ímynd fyrirtækisins. Það vil helst bara, að fólk veigrar sér. Honum, sko. Já, fólk veigrar sér við, þá sko að gæla við þann litla draum sem það á kannski eftir langa starfsferil lengsta, að prófa eitthvað nýtt. Fólk óttast að prófa eitthvað nýtt. Það tekur ekki áhættuna að bara fara að stíma þessi kringum sig af því að það er svo margt sem segir því gleymdu þessu vinur. En eigum við að tala kannski þá þroskadýrkun? Já, ég hef sko reynt að koma því á framfæri lengi að svona ekki í staðinn fyrir æskudýrkun en líka þroskadýrkun að það sé eftirsóknarvert að þroskast. Það er eftirsóknarvert að hafa reynslu. Það er eftirsóknarvert að vera eitthvað annað en maður var áður. Til og með slíi ég gjarnan upp það að ég sé eldri en ég er. Að það er miklu meira spennandi að því að það er eitthvað sem ég hef aldrei verið. Ég nenni ekki að ljúga, ég sé yngri en ég er búinn að vera það. Það þarf ekki að vera það aftur. En það er nú kannski líka þegar árin hlaðast á mann að maður hefur nú kannski frá svolítið mörg að segja. Já. Maður kann margar sögur. En þú ert nú með svolítið skemmtilegt kvót eftir Bái á síðunni þinni. Já, ég á Facebook-síðunni minni er svona eitthvað kvót, ef ég snaraði yfir á íslensku, af því að Bái var nú þetta einstakur maður, að þá segir hann eitthvað á þessa leið að eldast er það að verða það sem þú stendir alltaf að og áttir að verða. Já, þú ert orðin að því sem þú áttir að verða. Já, þú ert orðin að því sem þú áttir að verða með því að eldast. Já. En þetta er náttúrulega, við þekkjum þetta öll að það þykir svolítið dónalegt að spyrja kannski konu á miðjum aldri hvað hún sé gömul. Já, það er því að við höfum búið til að þetta sé dónalegt. Í staðinn fyrir, það eru þetta til önnum samfélög í heiminum, þar sem borin mjög mikil virðing fyrir aldri og þroska. Það er þessu snúa ákvæm. Já, þar sem að þroskadýrkunin er til fram úr hófi. Það myndi, sem að örgulega bara fólk í umvörpum segist vera eldri en það er. Já, en við kannski eitt samt, nú heyrir maður stundum þá sem eru eldri, tuða yfir því allt hafi verið betri í gamla daga. Er það partur af vandanum?
Ég held að sé bara einstaklingsbundið. Ég finnst eiginlega allt hafi verið verra í gamla daga. Mér finnst nútíminn svo skemmtilegur og mér finnst sko, að við höfum búið til þjóðfélag þar sem að vex nú grasi alveg frábæri kynslóð og það eina við ég öfunda sko tækifærin og allt sem yngra fólkið hefur og bara að búa í svona góðu samfélagi. En ég nýt góðs að því líka. Ég nýt góðs að því að fólki sem að bara taka við þjóðfélaginu, að það vel menntað, það skynsamt og skemmtilegt og það hefur tóli og tæki til þess að hlakka til að eldast. Þú ert verkefnisstjóri hjá Landssambandi eldri borgara. Eigum að breyta þessu nafni þá? Eldri borgara, kannski? Já, sko, þess vegna tölum við... Þetta ákveðin stimp. Já, sko, það bara þegar við höfum gengisfellt orðið eldra. Já. Við höfum bara gengisfellt á, þess vegna notum við þessari herferð grái herinn, það bara flottara vörumerki. Og það í tísku að vera gráhærður. Ungt fólk vill vera gráhærð og bara komið með okkur alla leið, ekki bara útlítið. Við Eggertsson, við getum farið inn á vef Landssambands eldri borgara. Já, eða Facebook-síðu Landssambands eldri borgara, LEP, því að þar eru myndböndin að hlaðast inn. Við gerum 16 myndbönd með 16 ólíkum einstaklingum. Kristbjörg Kjell þarna fyrst, sem enn á sviði og við skulum sjá annað myndbandið. Takk Viðar fyrir komuna í 21. Treystir þú þessari konu til að halda upp í stuðinu? Ég Andrea Jónsdóttir, plötusnúður og útvarpskona. Mannauður sem samfélagið hefur ekki efni á að hunsa. Grái herinn reynslunni ríkari. Endum þáttinn í kvöld á þessum. Andrea Jónsdóttir þarna, eins og flestir sjá glögglega, en þökkum fyrir okkur í kvöld og verið sæl.